Það er vel 3-2 dramatísk sigur á móti Þrótti, hvernig líður núna? Bara vel. Ég fannst við algjörlega eina sigur skilið. Við náttúrulega áttum mjög góðan fyrri hálfleik og hefðum átt að skora fleiri mörk. Og svo byrjuðum við líka bara fínt í seinni hálfleik. Þetta var svolítið kjaftshögg að fá á sig mark þetta. En þetta er gott lið og það er refsa og með öfluga framherja. Þannig að við vissum þetta er erfitt. Og svo náttúrulega fá á sig víti og lenda undir var eitthvað sem manni leið ekki vel með. En bara flottur karakter hjá stelpunum að koma tilbaka og klára þetta. Þið eru einmitt alveg undir þangað til 87. mínútu þegar Agla María jafnar. Það var á tilfinningu að þið myndir ná að klára þetta svo í uppbótartíma? Já, ég hafði tilfinningu fyrir því að við myndum jafna en ekki að við myndum vinna leik. Ég var orðinn svolítið neikvæður út í það. En mér fannst einhvern veginn alveg við geta jafnan leik. Við vorum alltaf inni í þessum leik, við vorum alltaf með einhvern veginn yfirhöndin í þessum leik. En það er erfitt að skora 2 mörk á nokkrum mínútum. Sætt að sjá hann liggja inn í restina? Já, bara frábært. Já. Gott að sjá Vigdís Eddu skora líka? Já, frábært að sjá hana skora, gaman að sjá Hildi Antons koma inn á og bara gott mál. Hvað gefur Hildur ykkur? Hildur gefur okkur bara mikinn kraft og það er mörk í henni og hún er bara svo mikill karakter. Það kemur líka til með að hjálpa okkur. Er að vona einhver frekari breytingum á hópnum? Já, það er einn leikmaður að fara frá okkur og þið eru ekki búin að þefa það uppi. Ekki ennþá. Getur eitthvað sagt hver það er? Ekki best að hún segir bara frá því sjálf. Já. En nú hafið við smá tíma til að þefa það uppi, hver það er og hvert hún er að fara. Hún fór í atvinnumennsku eða háskólabolta? Atvinnumennsku. Já. Þetta er aðeins að spyrja út í þessi mörk hjá Þrótti. Ertu eitthvað ósáttur við varnarleikinn eða hvort átti að vera að dæma eitthvað brot eða eitthvað svoleiðis? Ég veit ekki, mér fannst kannski ekkert ósáttur. Mér finnst við bara geta varist betur og ég veit alveg erfitt að lenda oft í stöðunni 2 móti 2 og það er bara þannig en mér finnst við að geta gert aðeins betur í þessari stöðu. Haukuleikar, takk fyrir þetta. Takk fyrir.